Þá förum við yfir í 4. lið sem hinseginleikinn. Til máls tekur Helga Sóley Tulinius. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir áheyrendur. Samfélagið okkar alltaf að vera fjölbreyttara og fjölbreyttara og við þurfum að þróast með því. Hinseginleikinn snertir alla, sérstaklega ungmenni, þar sem opinberum hinsegin ungmennum fjölgar með hverju ári. Við þurfum að sýna að við styðjum þau og að þau séu velkomin hér. Þetta sérstaklega mikilvægt í skólum landsins. Ungt fólk miklum tíma í skólum og skólinn einn aðalmótunarstaður þess. Skólinn á að vera staður þar sem ungt fólk getur lært, blómstrað og verið það sjálft. Því miður það ekki staðreynd fyrir alla og hinsegin krakkar of oft í þeim hópi. Skólar þurfa að vera opnari fyrir hinsegin og kynsegin krökkum. Það þarf að vera meiri fræðsla og það einnig að normalisera hinseginleikann, að hann sé eðlilegur hluti af skólalífinu. Allt of oft búist við að allir séu sís og gagnkynhneigðir, en það mikilvægt að breyta því. Of margir hinsegin krakkar verða fyrir einelti vegna fáfræðslu og útilokunar frá jafnöldrum sínum. Samkvæmt könnun sem Samtökin 78 létu gera á aðstæðum hinsegin ungs fólks kom fram að 3/4 hinsegin ungmenna sýna óöryggi í skólum og 1 í hverjum 4 hefur skrópað vegna þessa óöryggis. Þá kom einnig fram að 1 í hverjum 20 hinsegin nemenda hafa orðið fyrir líkamsárás vegna kynhneigðar eða tjáningu og 1/3 fyrir munnlegum árásum. Þetta óansættanlegt ástand. Í sömu könnun kom fram að 46% nemenda finna aldrei fyrir afskiptum starfsfólks skólans þegar notuð niðrandi orðræða til eða hinsegin fólk. Það að hafa virka umræðu og sýnileika inn í skólum mjög mikilvægt. Einnig að kennarar séu fræddir vel þessi mál og viti hvernig á að tala við þá nemendur sem þetta á við. Að taka á eineltismæltum ótrúlega mikilvægt, algjörlega nauðsynlegt fyrir alla í skólasamfélaginu. Í könnuninni kom einnig fram að í skólum þar sem fleiri en 10 starfsmenn sýndu jákvæðni gagnvart hinseginleikum jókst öryggi hinsegin nemenda mikið og fjarvistir og áreiti minnkaði einnig mikið. Einnig sögðust hinsegin nemendur í þeim skólum að þeir upplifðu fleiri af samnemndum sínum vera styðjandi við hinsegin fólk. Þetta sýnir að það mikilvægt að kennarar og starfsmenn skóla séu opnir hinseginleikann. Í þessu samhengi kemur einnig sterkt inn hinsegin opnunar í félagsmiðstöðvum sem loksins komnar í Tróju og virkilega mikilvægt að passa að því starfi sé hægt að halda áfram. Það gefur hinsegin ungmennum möguleika til að hitta aðra í svipaðri aðstöðu sem mikilvægt fyrir þau til að fá fleiri sjónarhorn á upplifanir sínar. Það þarf að kenna börnum frá ungum aldri að sambönd geta verið öðruvísi en aðeins á milli konu og karls. Það þurfi ekki að velja á milli, heldur séu svo óendanlega margar kynhneigðir og það sé hollt að hugsa þessi mál. Það þarf ekki alltaf að velja og það alltaf í lagi að breytast. Einnig þarf miklu meiri hinsegin kynfræðslu því núna hún lítil sem engin í skólum. Það þarf einnig að kenna börnum að nota fleiri en 2 persónufornöfn eins og hán, hýð, héð, það, þau og fleiri. Það þarf að gera eðlilegt að kynsetja hluti ekki of mikið. Það að nemendur kynni sig með fornöfnum eða kennari spyrjum þau í byrjun skólaárs getur gert líf svo margra ungs fólks betra. Allt of oft fólk að nota kynnið orð við hluti sem það þarf ekki að gera. Ég hef oft heyrt kennarar segja strákar og stelpur í staðinn fyrir krakkar eða nemendur, að segja kona eða kall í staðinn fyrir manneskjan eða einstaklingurinn og hann eða hún í staðinn fyrir sá. Svona kynjun getur haft slæm áhrif á það sem passa ekki inn í þessa kynjaskiptingu og líður eins og þau tilheyri ekki því samfélagi sem þau samt hluti af. Þá kemur einnig upp vandamál með kynjaskiptingu. Af hverju svona mikil áhersla á að kynjaskipta ungmennum? Með því koma upp mörg vandamál eins og að splundra upp vinahópum en einnig útilokar það kynsegin einstaklinga eða trans einstaklinga sem ekki komnir út úr skápnum. Það að vera einstaklingurinn sem passar inn í hvorugan hópinn eða bara veist ekki hvar þú passar inn mjög erfitt. Það sem hér hefur verið sagt styrkir mikilvægi góða fræðslu fyrir ungmenni en ekki síður að þannig sé að þeir sem vinna með ungmenni séu vel að sér í málefninu. Taki á því sem kemur upp og séu til staðar fyrir hinsegin ungmenna með skilningi. Reykjavíkurborg hefur gefið út nokkra gátlista fyrir skóla hinsegin ungmenni og transbörn
til að gera skólana hinsegin vænni. Einnig til stuðningsáætlun fyrir grunnskóla trans börn. Akureyrarbær þarf að vinna markvisst að því að öllum börnum og ungmennum líði vel og dvelji í skólaumhverfi þar sem öllum mætt með virðingu þannig að þau geti dafnað og þroskast á uppbyggilegan hátt. Hinseginleikinn sýnilegri í dag en bara fyrir nokkrum árum og eitthvað erum við að gera í þessum málum, til dæmis í félagsmiðstöðvum og skólum. Til dæmis núna hægt að skrá sig í framhaldsskóla undir öðru kyni heldur en fæðingarkyni manns og einnig nota framhaldsskólar fleiri en 2 fornöfn við skráningu. En við þurfum að gera miklu betur. Það gæti verið byrjun að skoða sem Reykjavíkurborg hefur nú þegar komið fram og það mikilvægt að við setjum skýr og markviss fram hversu mikilvægur þessi málaflokkur og einnig mikilvægt að Akureyrarbær geri skólum bæjarins kleift að sinna þessum málum, að passa upp á að fræðslan komi inn í skólan, bæði til kennara og nemenda. Það okkar skylda sem fulltrúar samfélagsins að gæta þess að í bænum okkar og skólum sé sýnd virðing og opinn hugsunarháttur gagnvart fólki af öllum kynhneigðum, gervum og tjáningum. Takk fyrir mig. Þá hefur Helga Sóley G. Tulinius lokið máli sínu og til máls tekur Eva Hrund Einarsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu ungmennaráðsfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Helgu kærlega fyrir hennar brýningu. Eða eins vil ég bara þakka öllum þeim sem hafa komið hér upp. Ég virkilega ánægð með þennan fund og þessi málefni sem hafa verið lögð fyrir fundin. En nemendur, hvort sem þeir eru í leik eða grunnskólum, eru fjölbreyttir og byrja að tjá kynvitund sína og kynhneigða á öllum aldri. Og nemendur geta einnig átt hinsegin fjölskyldur og vini og skólar þurfa að vera vel í stakk búnir til að styðja við fjölbreyttan nemendahóp eins og Helga kemur inn á. Og ég á því eins og hún að besta leiðin til að gera það að skapa og rækta og opna umburðarlynda menningu innan skólana og þar sem að það bara verður ekki liðið að nemendur verði fyrir einelti og upplifi sig sem þá hluta af hópnum en ekki eina. En það ekki síður mikilvægt að nemendur upplifa kennarar og annað starfsfólk sé styðjandi og fordómalaust og statt á stöðu sé unnið að því að eins og Helga orðaði að normalisera hinsegin leikann. En það þarf líka einnig að beina sjónum að nemendum sem eru ekki hinsegin og hvernig þeir tala og hegða sér og mikilvægt að taka á fordómafullri orðræðu og orðnotkun og þar með komið í veg fyrir slíkt með því að senda skýr skilaboð staðið sig gegn fordómum og að fjölbreytileikanum sé fagnað. Í mínum huga það óásættanlegt að 46% nemenda finni aldrei fyrir afskiptum starfsfólks skóla þegar notuð eru niðrandi orðræður til eða hinsegin fólk eins og Helga kom inn á. Þetta eitthvað bara sem við verðum strax að bregðast við ef svo hér á svæðinu. Því væri áhugavert að vita hvort að þessi sérgreining fyrir skólana hér á Akureyri hvað varðar þessi mál. En ég held að ég geti talað fyrir hönd okkar allra í bæjarstjórn að það sé einlægur vilji okkar að reynt sé að uppræta einelti og ég tekur undir það og vil að við bara göngum strax í það verk. En fyrir fundin í dag þá skoðaði ég þessa gátlista sem Reykjavíkurborg með en þessir gátlista miða bæði að leik og grunnskólum sem ég held að sé mikilvægt því að eins og ég nefndi áðan að þá eru börn að tjá kynvitund sína á öllum aldri, ekki bara þegar þau eru komin í grunnskóla eða framhaldsskóla. Og mér sýndist svona við fyrstu sýn þessi gátlista vera mjög vel unnir þannig að ég held að ættum bara strax að fara í það að skoða þá hvort að það sé ekki vert að innleiða þá hjá okkur. Og eins þessi stuðningsáætlun sem Helga bendir á sem fyrir transnemendur og nemendur með ódæmigerða kynntjáningu mjög góð að mínu mati. Eins það góð ábending varðandi fræðsluna innan skólakerfisins og ég aflaði mér líka upplýsingar fyrir fundin hvernig hefur verið staðið að henni hjá okkur og strax við þær
upplýsingar sem ég fekk sé ég að við getum gert betur. Ég held við séum að gera nokkuð vel í gegnum forvarnafulltrúan okkar gagnvart börnunum, en ég veit ekki til þess að hafi nein fræðsla verið til kennara, en það var fræðsla í haust til almennra starfsmanna. Hversu oft hún hefur verið áður veit ég ekki, en það er allavega þessi fræðsla hefur verið. Ég held að þetta sé samt fræðsla sem við þurfum að taka markvisst inn hjá okkur, eins og Helga bendir á, og sérstaklega, og ekki síður kannski miða hana að kennurum sem er í mjög miklum samskiptum við börn. En svo er þetta kannski líka eitthvað sem við þurfum að kynna betur og fara yfir með þeim sem er að sinna hér íþrótta- og tómstundastarfi. En ég vil bara þakka ykkur í ungmennaráði og þá sérstaklega Helgu fyrir að vekja okkur til umhugsunar þetta mikilvæga málefni, og að endingu vil ég bara taka undir með Helgu að það er skylda okkar að gæta þess að í bænum okkur og skólum sé sýnd virðing og opin hugsunarháttur gagnvart fólki af öllum kynhneigðum. Þá hefur Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sinni, orðið er laust.